stödd á Laugarvatni en ég með hana Barboru sem er einn af skipuleggjendunum fyrir hátíðina Sjálfstætt fólk og ég ætla að fá aðeins að vita hvað hún hefur að segja. Sæl blessuð. Byrjum bara á því, hvað er Planet Laugarvatn? Já, sko, Planet Laugarvatn félagssamtök sem við vorum að stofna síðast ár, 2021. Hvaða við? Já, bara ég og vinnur minn. Já, sem eru frá Ástralíu, Slovakíu, Litháen, Ísland og svo. Já, svo þetta er bara samtök okkar. Fyrir hvað? Fyrir að gera einhvað skemmtileg hér á Laugarvatni og við skipulegum bæjarhátíð okkar sem heitir Tími fyrir sjálfstætt fólk. Hvernig er dagskráin? Þið voru með þetta í fyrra, er það ekki líka? Já, við vorum með þetta síðast ár og það var skipulag er bara allaf saman. Fórstudent er fyrir krakkar og nemandar. Það er bara leik þorpinu og krakkarnir gera alls konar bara hluti. Við vorum með fjársjóðsleit, sjóræningafjársjóðsleit og svo við vorum með landbúamannaleikir eða svoleiðis, kasta stígvél og svo. Og við vorum líka með ofurhetjuratleikur. Oh my. Og núna við bara gerum eitthvað öðruvísi. Bara líka fórstudaginn fyrir 2-3 klukkutíma. Þetta er tími fyrir krakkarnir okkar að skemmta sér. Og svo koma laugardaginn og við erum með alls konar smiður. Við eldum inn í skóginn, við höfum bátar á vatninu. Og svo við erum núna með textílsmiðju frá Hallberu. Og í kvöld er bara lifandi tónlist. Núna við ætlum að vera með polskur, hvað heitir band á íslensku? Ég veit ekki alveg. Hljómsveit? Hljómsveit, já. Og líka Lárus Grétar, íslensku tónlistarmaður og svo tapaskvöld. Af hverju Laugarvatn? Það er bara besta bæn, nei það er bara þorpið á Íslandi. Besta þorpið á Íslandi? Já! Vá, af hverju finnst það? Ég bara kom og ég sá vatnið og bara, þú veist, fjall og ég var bara, wow, það er bara æðislegt. Mér langar að vera hér og mér langar að gera alls konar og mér finnst það ótrúlega falleg. Ég elska að sjá lítil krakkarnir þegar þeir bara labba og fara frá einn stað til annað og þú getur sjá bara augun og þeir eru rosalega spennt. Þeir aldrei sjá einhvað svoleiðis, skilurðu? Einn strákur hann var að segja mér, einu sinni, mamma mín, hún var að sjóræninga, mamma. Ég bara, ha? Já, þetta var hátíð okkar. Já, sko, þetta er gaman. Þannig að þetta hefur greinilega mikil áhrif á samfélagið. Já, þú veist, ég var alltaf að hugsa, þeir voru rosalega gott með mér, bara geggjað fólk hittast mér og ég var að hitta þeim og bara, þú veist, og mér langar að gera einhvað fyrir þeim, skilurðu, og þeir bara njóta og þeir hafa gott tíma með fjölskyldu sínum. En hvernig er búið að ganga að skipuleggja þetta? Já. Föstudaginn er svolítið erfitt að ég vantar 25 volunteers. Ok. Já. Sjálfboðaliða? Sjálfboðaliða, já. Fyrir föstudaginn ég vantar svona margar fólk að þú veist, stundum eru 8-9 checkpoints og þeir labba og mér finnst gaman að hafa útlendingar og Íslendingar saman á svona checkpoint, sko þeir bara skilja og ef lítil krakkarnir bara, ef einhver byrja að tala ensku þú veist, líka fyrir foreldri og þetta er bara gaman líka að hræra saman, þú veist. Vinnir minn, fólkið frá alls konar, þú veist, frá Kópavogur, frá Reykjavík, koma bara fyrir hátíð og gera eitthvað og þeir eru saman á þessi checkpoint og gera eitthvað með krakkana og þetta er
einhvað sem við getum ekki borga með penning og svoleiðis. Þetta bara gott tíma saman, sko. Mér finnst, já, það var, já, bara svona. Ég segi bara, ég hlakka til að sjá hvernig það kemur út og til hamingju með þetta. Já, takk fyrir. Og gangi þér vel. Takk fyrir.